Við ætlum að halda áfram, við ætlum að ræða núna náttúruna. Við ætlum að ræða hversu mikilvæg náttúra Íslands og hver verðmæti hennar eru. Og það auðvitað erfitt að skilgreina það, en við ætlum að heyra hvernig Brynhildur Davíðsdóttir, dósent í umhverfis- og auðlindafræðum, útskýrir það. Náttúruauður í raun og veru samheiti yfir allt það, eða alla þá auðlegð sem við fáum frá vistkerfum náttúrunnar. Og dæmi náttúruauð hérna á Íslandi til dæmis fallvötnin okkar, fiskistofnarnir, vistkerfi skóglendis, vistkerfi hálendisins okkar og svo mætti lengi telja. Og það sem að náttúruauðurinn gerir fyrir okkur það að hann veitir okkur margvíslegar afurðir og þjónustu. Og það einmitt þessar afurðir og þessi þjónusta sem útleggst á það sem við höfum kallað þjónusta náttúrunnar. Og hún flokkast niður í að vera annarkvort bein eða óbein. Og beinþjónusta náttúrunnar einmitt það sem við flest gerum okkur mjög vel grein fyrir. Það að segja við fáum mat frá náttúrunni, við fáum orku, við fáum efni og alls kyns líka hluti sem við oft þurfum að greiða fyrir. En síðan það óbeina þjónustan sem ekki minna mikilvæg þá við fáum hana nánast í endurgjalds og fyrirhafnalaust. Og birtingarmyndir þessarar þjónustu eru til dæmis miðlun og hreinsun vatns, viðhald líffræðilegs fjölbreytileika, jarðvegsmyndun og viðhald frjósemi jarðvegs, binding kolefnis sem gríðarlega mikilvægt í samhengi loftslagsbreytinga. Og þess að auki veitir náttúrun okkur eða náttúruauðurinn veitir okkur einnig lífshamingju einfaldlega með því að vera til. Það að segja að náttúran hefur gríðarlegt tilvistargildi. Og að lokum veitir hún okkur menningarlegt gildi eða menningartengda þjónustu sem birtist oft í því að hún veitir okkur umgjörð til tómstunda og útiveru. Hún uppspretta lífssköpunar og nýsköpunar, mikilvæg varðandi kennslu og svo mætti lengi telja. Það sem að við hér á Íslandi við höfum hingað til því miður haft mjög einsleita sýn á þessa marga mismunandi þjónustuþætti sem við fáum frá náttúruauðnum. Og birtingarmynd þessar einhæfu sýnar til dæmis sú að við virðumst meta til dæmis virði vatnsfallan okkar í megavöttum eða þá virði landsvæðis sem byggingalóðir. Og ef við gerum það, ef við notum einungis þetta einhæfa mat, þetta fátæka mat, þessa fátæku sýn á þjónustu náttúrunnar, þá mjög líklegt að við séum að taka ákvarðanir á röngum forsendum. Verðlagning þjónustu náttúrunnar getur farið fram á margvíslegan hátt og í raun og veru slík verðlagning mögulega forsenda þess að við förum að taka mögulega skynsamir ákvarðanir varðandi nýtingu náttúruauðsins og þjónustu náttúrunnar. En í fyrsta lagi þá getum við mögulega notað markaðsvirði af hinni svokölluðu beinu þjónustu, svo sem mat eða orku eða einhverjum slíkum beinum þjónustu þáttum. En óbeina þjónustan, það erfiðara að verðleggja hana, en þó eru margvíslegar aðferðir sem hægt að nýta til þess. Til dæmis getum við metið hvað það kostar okkur ef að þessa þjónustu nyti ekki við. Og það mjög algeng leið sem við förum þegar við erum að verðmeta mikilvægi þessara þjónustu. Og hins vegar getum við einnig notað spurningakannanir. Þar sem að við spurjum einfaldlega leikendur eða ábúendur á þeim svæðum sem að nýta þjónustuna hversu mikils virði þeir telja mismunandi þjónustuþætti.